Góðan daginn, félagarnir, kraftavarðar og félagenda, þar sem að úrslitaleikur í tveimur flokknum fara fram. Byrjum á tímabilið stórmanna, það er Sigurður Már Herbertsson og Friðrik Árnason. Og nú er við fjölni, númer 3, Daniel Ágúst Halldórsson. Númer 4, Sófus Máni Andersen. Númer 5, Fanna Tómas Skýrsen. Númer 6, Viktor Sigursson. Númer 8, Leifur Rói Pétursson. Númer 10, Ólafur Líka Henriksson. Númer 13, Viktor Smáni Stefánsson. Númer 14, Fjölni Heiði Teki Haraldsson. Númer 16, Ingólfur Bjarni Davíðsson. Númer 18, Gauti Björn Jónsson. Númer 21, Hinrik Örn Davíðsson. Og númer 24, Þorvaldur Daði Halldórsson. Númer 4, Egil Einarsson. Númer 5, Birgir Víki Einarsson. Númer 6, Róbert Orri Einarsson. Númer 8, Július Orri Ágústsson. Númer 11, Viktor Már Árnason. Númer 12, Andi Már Jóhannesson. Númer 15, Einar Húmi Mansson. Númer 15, Smári Jónsson. Númer 23, Gunnar Auður Jónsson. Númer 25, Filip Baldur Örn Jóhannesson. Númer 34, Ragnar Ágústsson. Númer 72, Kolbeinn Tísson. Þjálfari í Þórs og Lárus Jónsson.
Jæja, góðir áhorfendur. Við erum að leggja af stað í síðasta leik dagsins. Þormóður Logi Björnsson heiti ég og búinn að vera með ykkur í morgun. Og valdi það að koma hér og horfa á unga iðkendur spila körfubolta í staðinn fyrir að horfa á enskan fótbolta, sem að ég vona að fleiri hafi tekið til sín og gert einnig. En hér er að hefjast leikur Fjölnis og Þór Akureyri. Fjölnismenn, það eru Þórsarar sem taka uppkastið. Og sjáum hvað þeir gera hérna. Nei, held ekki ofan í hjá honum Júlíus Orra. Baráttu hérna boltan. Það er fyrsta uppkastið. Dómarinn er ekki að verri gerðinni hérna. Það er sjálfur Sigmundur Már Herbertsson, margfaldur besti dómari landsins, meðal annars fyrir síðastliðið tímabil, og með honum er Friðrik Árnason, frábær dómari. Það er smá klikk hérna á Fjölnismönnum, en þetta er búið. En svo förum við liðin, þá er það Fjölnir. Þar er leikmaður nr. 6 Viktor Sigurðsson, nr. 10 Ólafur Ingi Styrmisson, nr. 13 Viktor Máni Steffensen, nr. 14 Hlynur Breki Harðarsson, jafnframt fyrirliði, og nr. 18 Gauti Björn Jónsson. Þetta er byrjunliðið hjá Fjölni. En þetta voru Þórsarar að skora og Egill Elvarsson gerði það. Hann er mitt í byrjunliði Þórs ásamt nr. 8 Júlíus Orri Ágústsssyni og nr. 25 Baldur Örn Jóhannesson, sem er einn í fyrirliði, og nr. 34 Ragnar Ágústsson og nr. 72 Kolbett Fannar Gíslason. Þannig að þetta eru byrjunliðin sem þið sjáið hérna inn á vellinum. En það eru Þórsarar, Júlíus Orri sem er mættur á vítalínuna. Klikkar á fyrra skotinu. Og setur setna skotið og kemur Þórsurum í 3 stig. Fjölnir þá eftir að finna körfuna hérna. Þeir gerir það ekki bara í þessari sókn. Þetta eru liðin sem enduðu í 3. og 4. sæti í deildinni. Öðru og 4. sæti, öllu heldur. Þór var í öðru sæti og Fjölnir í 4. Hárbolti. Glæsilega gert hjá Júlíusi. Júlíus, eini maðurinn í lið Þórs sem er í landsliði, yngra landsliði. Gífurlegt efni þessi drengur. Við sem að við fáum að sjá hann gera flotta hluti á næstu árum. Það var aðeins klúðuslegt en endaði réttum höndum. Nei. Kolbett Fannar. Hann átti að nýta þetta betur. Það er Fristur sem að geigaði hana hjá Fjölnismönnum. Gauti Björn ekki alveg búinn að stilla inn miðið ennþá. Það er fyrsta leikliðið og það er Fjölnir sem að tekur það. Og við skulum heyra á hvað hann hefur að segja, hann Halldór.
heyrist nú ekki sérstaklega vel í honum. Vonandi lagast það bara, ef ekki þá verður að hafa það. Eftir að pröfa hvernig heyrist í Þórsurum. Það er kannski bara næst. Þessi bolti bara glataður enn í þjálfaraliðana. Það var Halldór Karl Þórsson. Halldór Karl Þórsson sem að þið heyrðuð hana mjög lágt í. Öskra sína menn upp þegar hann er að þjálfa Fjölni. Glæsilega gert hana hjá Baldri Erni hjá Þórsurum. En það er Emil Lóris Jónsson, margreyndur þjálfari. Bæði liðin með mjög flotta þjálfara. Þetta alveg galopið skot en það fer ekki ofan í Óla Inga. Langur þristur hérna og já, Fjölnir sem á þennan bolta. Júlíus var full ákafur hann kannski en þetta var svo sem opið skot. Það ágætlega mættin á orðum hjá Fjölnismönnum. Minna af Þórsurum hérna, enda langt að fara. Já. Þetta var stórkostleg karfa hjá honum Hlynbreka. Já, og svaraði sömu mynd, Kolbeinn Fannar, hann klikkar ekki tvisvar svona upp í körfuna. En Fjölnir þarf að ná sér í eitthvað stopp hérna. Það er helst að skora og ná stoppi. Þetta gekk ekki að þessu sinni hjá honum hinn. Getur bætt í en við erum með 6 stiga fórystu núna. Júlíus svona í erfu skoti. Þetta gekk ekki alveg hjá Viktor Manna. Þórsar að fá annan möguleika til þess að auka fórystu sína. Þetta var vörn í lagi sko. Ólafur Ingi með svakalega vörn hana. Já, laumaði þessu niður, Kolbeinn Fannar, ég bjóst nú ekki við þessu. Það er svona smá mistök hana. Það var klukkunni hringt og Simmi stoppaði leikinn en það var alveg óvart sem að klukkunni var hringt. Dómarar eiga að stoppa ef að leikklukkan glimur.
Já, nú viljum við fá körfu frá Fjölni. Boltinn gengur hérna vel og þetta skot vill ekki ofan í. Og Baldur Rödd sem tekur þetta frákast. Hann ætlar bara, nei, ætlar ekki að sjá þetta alveg sjálfur. Galopinn þristur hana hjá Kolbeini. Þannig ganga vel, þetta eru skot sem að jafnvel þó við fari ekki niður, þá heldur maður samt áfram. En Fjölnir var að setja hann að Viktor Máni. 60 munir ennþá hérna, glæsilega gert hana, vel vakandi, hann Hlynur spilur þessum bolta. Það er farið þristinn, Viktor Sigurðsson setur hennan þrist glæsilega niður. Nei, þetta var mjög þröngt hana hjá Júlíusi. Darraði dans með boltann hérna, en hann endar sem innkast sem að Fjölnir á. Og það er skipting á báðum liðum. Sófus Máni kemur inn á fyrir Viktor Sigurðsson hjá Fjölni. Og hjá Þór þá er þetta Róbert Orri og Smári Jónsson sem að koma inn á hana. Síðan að Baldur fara að hvíla sig ásamt honum. Sá það ekki. En 3 mínútur eftir hérna og þetta eru bara 3 stig. Það er búið að dæma villu. Það er Smári Jónsson sem að fara þessa villu. Það er ennur villa. Nú er það Kolbeinn Fannar sem fari villu. Og það er engi getur minnka muninn enn frekar. Nei. Það gengur ekki. Nei. Það gegar á báðum vítaskotunum. Þossarar. Nei, þessi sending hjá honum með Róbert Orra, ekki góð. Allt óutalega. Fjölnir fær þá annað tækifæri til þess að minnka muninn. Einar Húmi sem fær þessa villu og nei, ég er að bulla. Það er ekki Einar Húmi hinn eitt, það er Ragnar Ágústsson. Spurning hvort að Smári hafi stigið hann út af. Já, eða ekki, en þetta er allan að Fjölnisbolti. Þeir eru búin að fá mjög mörg tækifæri núna til þess að minnka muninn enn frekar og Þórsarar einnig til þess að auka muninn. Þetta er svakaleg vörn. Svakaleg vörn hjá Fjölni hana. Það er ekki vel með á nótunum. Ekkert kjaftaði við mína körfu. Nei.
Viktor Róbertsen. Þetta önnu villan á Róbert og við erum komin í bónus. Það skotréttur. 5 villur hjá Þór og 1 hjá Fjölni. Og bæði vítin rata rétta leið hjá Gauta Birni. Þetta aftur á móti hefnast ekki og Fjölni getur komist yfir hérna. Þessi hreyfing og það villa. Sjötta villan á Þórsara og það Smári Jónsson sem að fara hana. Og hér komin inn á hann Fannar Tómas og Viktor Máni fær sér sæti. Simmi á léttu nótunum hérna við rittaraborðið. Já, fyrra vitið ratar rétta leið hjá Hlyni og Hlynur getur komið Fjölni, nei. Já, fór að snemma inn í teginn þannig. Hann Gauti Björn. En Hlynur tókst ekki að koma Fjölnismönnum yfir, en hann jafnaði aftur á móti leikinn 13-13, 1:45 eftir að fyrsta leikluta. Svona viljum við hafa þetta hnífjaft og skemmtilegt. Og það Fannar Tómas sem fær villu hana. Gengur ekkert hjá Júlíus hana á móti sterkri vörn Fjölnismanna. En þetta gekk ekki nógu vel. Það enn ein villan. Þetta var Gauti Björn sem fékk þessa villu. Að ég held. Þarna gekk þetta hjá Júlíusi. Að gera hætti ekkert að reyna. Gríðarlega skemmtileg þessi drengur. Þetta var flott hreyfing hjá honum Hlyni en honum vildi boltinn ekki. Já, glæsilega gert hjá Kolbeini. Þórsarar konur aftur yfir hérna. Fjölnir ná að jafna leikinn. 30 sekúndur eftir. Cirka helmingurinn af því á skóklukkunni. 10 sekúndur nú á skóklukkunni. Þannig að Þórsarar geta fengið tíma í sókn ef að þeir gera eitthvað glóríur hérna. Og þetta bara bolti sem að Þór á. Fannar Tómas. Þetta frábær vörn hjá Þór hérna. Og engin skóklukka, bara leiklukkana 10 sekundur. 8, 7, 6. Júlíus greinilega ætlar að taka þetta. Hann fer í þristinn. Hann hittir ekki. Og uppkast 0,6 sekundur. 0,6 sekundur. Og það leikhlé sem að Þór tekur. Og við skulum sjá hvort það heyrist eitthvað betur í Lárusi. Baldur skjutur Róbert. Hei, þú fyrir ekki á körfuna. Sæði það eitthvað 23 skot hérna. Hæ? Ég held að það var sorry. Skjutur ykkur áfram. Júlíus tóktu boltann inn. Baldur þetta hérna? Já. Það er maður þess að byrja aðeins neðar. Ég er líka með litla gæna á mér ef
hann litli að taka þig? Baldur, það þú á boltann inn bara. Ok. Og þá bara Júlla hérna. Ok. Þá Kolli eftir hérna. Byrjar hann inn á. Smári. Gunni. Ok. Þá það bara Kolli. Zigzagga. Nei, komdu bara hérna. Ok. Gunni. Komdu hérna. Ok. Og Júli hérna. Farða og skorlega. Ok. Kom on! Thomas Körfu, kom on! Já, það heyrðist bara ljómandi vel í honum Lárusi. Eitthvað vesið með hljóðnumann hjá honum Halldóri. Sjáum hvort við getum ekki fundið út af því í hálfleik. Þetta er búið hérna. Ekki tíma til þess að redda hljóðnumannum held ég á milli leikfjórðunga. En við sjáum láta hann vita, tæknimann vita af þessu. Viti, þessi hljóðnuminn hjá honum virkar ekkert honum að Halldóri hjá Fjölni. Við kíkjum bara á það hálfleik eða ekki? Já, Viti er sammála því. Viti allt í öllu hérna hjá okkur. En þetta var fyrsti leikfjórðungur og það er 13-17. Fór Akureyri yfir. Þeir náðu sér í gott forskot hérna. En Fjölnismenn gerði gífurlega vel í að koma tilbaka og voru nálægt því að komast yfir. Þeir náðu að jafna leikinn 13-13. En síðan bara skoruðu þeir ekkert fleiri körfur og Fjölnir setti 2. Þess vegna erum við hér í dag með stöðuna 13-17. Svo við tökum smá söguskýringu á þetta. En við erum byrjuð aftur og það er Fjölnir sem byrjar með körfuna, boltan. Og vonandi setjum fyrstu körfuna líka. Við viljum jafnan og skemmtilegan leik, ekkert rugl. Þetta gekk ekki hjá honum Viktori. Fjölnir stelur boltanum aftur hérna. Þetta var aftur á móti fallegt hjá Viktori Mána. Nafn hans. Það skiptir máli hvort það heitir Viktor eða Viktor Máni. Já, Þór svarar hérna, það er Smári Jónsson sem gerir það. Og sjáum hvað Fjölnir gerir. Ég segi nú bara ekki annað en að það var frábært hjá honum Gautabirni að ná skotið hann. Það var mjög þröngt, hann var komin í eintóma vitleysu. En náði skotinu, fekk villuna og setur fyrra vitið niður. Þá er þetta komið í 3 stig, 1 sóknar leikur. Seinna vitið ekki eins örugt og fyrra en onni fór það. Og það eru stigin sem telja ekki hversu örugg það eru. Július, glæsilega gert hjá Júliusi. Nei, þetta gengur eitthvað brussulega. En nóg eftir á skotklukkunni svo sem til að gera eitthvað. Já, gekk brussulega en endaði vel í lúkunum hjá Ólaf Inga sem að klára þetta. 19-21. Það er oft svona öðrum leikluta sem að liðin gleyma að þau eru í úrslitaleik. Það er nóg eftir og pressan ekkert óbærileg.
Þetta gekk ekki hjá Júlíusi en fór svo að fá annað tækifæri. Þetta var falleg sæki villu hana. Hver var þetta sem brautaði honum? Ingólfur Bjarni? Nei, Gauti Björn segi. Gauti Björn að fá sína aðra villu. Og svo Róbert Orri hjá Þór líka komið með 2 villur. Ekki villuvandræði ennþá hérna. Júlíus klárar þetta örugglega. Hann komið með 10 stig, drengurinn. Dryggjastaðamunur 19-22. Þóri vil. Þeir spila sem útiliði hérna í Valshöllinni. En þetta gekk ekki. Fór svo að geta bætt í hérna. Já. Baldur Örn. Skilur ekkert í þessari villu. Hann Smári kom með 2 villu þá líka. Eins og Róbert Orri. Þetta var ágætis stilraun og munaði litla að Gauti Björn næði valda boltanum hana. Júlíus, já, flott skot hjá Júlíusi. Öll völd á vellinu minna. Gekk svolítið bruslega hana hjá númer 10 blið en hann hefur aldeilis verið að setja hann undanfarið. Finnurbreki svarar fyrir. Svo minna. Nei. Það er bara að hrynja hérna niður leikmennir að reyna að ná í boltann. Það kan man að sjá góða baráttu. Það var svo lúmst að átti engi von á þessu. Ekki einu sinni Ólafur Ingi. Júlíus. Læsilega gert. Nei. Nær ekki að klára þetta, hann Ragnar og svo skref. Skref dæmt og Fjölnir á þetta innkast. Vel gert hjá Fjölnismönnum. Þessi, jafnvel þó að boltinn ekki fara ofan í Hlyn Breka, þá var þessi sókn skemmtilega uppið. Glæsilega gert. Hlyn Breki nældi sér í villuna hana, stal boltanum, keyrði upp og fiskar villu.
Þetta er þá þriðja villan á Smára Jónsson. Finnur Breki setur fyrra víti niður. Og seinna víti ratar sömuleiðis. Við erum hérna hálfnu með annan leikluta. Og þessi leikur stefnir í að vera bara ljómandi skemmtilegur. Jafn og skemmtilegur. Þetta var glæsilega gert hjá Smára. Já. Kolbeinn Fannar hana vel með á nótunum, stelur boltanum og klárar þetta sjálfur. Og Þórsar aftur konið með smá fórystu. Þeir eiga hérna þennan bolta. Fimm stiga munur á milli liðanna. Nei, þessi ratar ekki ofan í hjá Ragnari, en Þór á annan séns. Já, þetta var ansi skemmtilegur bössur hjá Baldur Erni hana. Skrúast upp úr hjá Viktorum hana. En hann fær 2 tækifæri til þess að minnka muninn. Og það er skipting. Hann fær að hvíla sig aðeins hann Smári. Hann er líka á 3 villum. Og Júlíus sem er aðeins búinn að fá að anda. Kominn aftur inn á. Viktor Máni öruggur fyrir vítinu. Og seinna vitið, einnig ratar rétta leið. 3,5 mínúta eftir af öðrum leikluta. Það er brotið hérna á Kolbeini og hann fer á línuna. Mikið að villum að safnast hérna á báðum liðum. Jæja, segi það nú ekki. Þór með 7 villur. Kolbeinn öruggur á vítalínunni. Og 10 villur hjá Fjölni. Já, það er einhverjir stuðningsmenn hérna sem að halda með Þór. Það er ekki bara Fjölnismenn í stúkunni. Já, þarna bara rann skóklukkan út. Og engi villa og ekki dæmt.
aftur með boltann hérna. Það segjast fyrir það sem að horfið á stúlknaflokks leikinn hérna áðan að körfuboltaleg gæði eru bara meiri hjá stelpunum á þessum aldri heldur en strákunum. Það er bara þannig. Það eru svona strákanir kannski meiri íþróttamenn en stelpunar betri körfubolta. Mikið einstaklingsframtök og svona þröng færi. Fólk að reyna alls konar. Strákanir meiri í því en stelpunar. En fyrir að vitið fer ekki ofan í hjá Gauta. En seinna vitið ekki heldur. Fólksaga með 7 stiga fórustu hérna geta bætt ennþá meira í. Július með frist. Hann ratar ekki ofan í. Þetta er 2 mínútur eftir hérna og þetta er Rauningur. Glæsileg vörn hana hjá Ragnari. Fiskar hennar Rauning. Viktor Máni reyndi að snúa sig frá þessu en hafði ekki verið sem erfið. Þessi fristur leit ágætlega út en onni fór hann ekki. Eftir að skoti á Ragnari. Aðeins svo fastur hana. Og það er leiklega sem Fjölnir tekur. En við ætlum að hlusta á Þóra því að mikrofóninn virkar ekki hjá Ok, fáum boltan inn hérna, ef mann er. Ok, 1. Kolli hérna, 5, 3 hér. Ok, við erum inn í L. Ok. Tripla. Ok. Ef þeir eru að hetsa á því, þrýstur hvort aðeins upp, sendi hérna þrýðningurinn og leiða. Ok. Nei, höldum áfram. Geggjuð vörn og frákvæmt. Koma. Koma. Allir bráðlega. Koma. Berjast. Já, ég er sammálað því. Þetta er búin að vera mjög fín vörn hjá Þórsurum. Ef að það sem Lárus teiknaði upp gengur upp, þá eru þeir að fara í innkastkerfi hérna sem að endar með auðveldu sniðskoti. Nú sjáum hvort að það verði raunin. Nei, enda með skrefi hjá Kolbeini Fannari. Fjölnismenn vel vakandi í vörninni hana. Július orðið að fá aðra vituna sína. Gauti er á vítalínunni. Hann nýtir bæði skot sín. (27:32). Það er eftir mínúta eftir aðra leikluta. Já, glæsilega gert hana. Baldur klára vel fyrir Þór.
Já, Júlíus leitar hann að einhverjum samherja. Galopið skot og þessi þristur ratar ekki ofan í hjá honum Kolbeini Fannari. Það geta komið Þórssonum í 10 stigum yfir en við sjáum hvernig þetta fer. Nei, Fjölnir er ekki klár þetta. Engin skotklukka, bara leikklukkan eftir og það er 12 sekúndur núna eftir af þessum öðrum leikluta. Júlíus býður átettar. Þessi sending alveg skelfileg. 1 sekúnda og Fjölnir er ekki klára. 27-34 er staðan í hálfleik. Stigahæstu menn eru hjá Fjölni. Það er Gauti Björn, hann er með 6 stig og hann Viktor Máni einnig og svo Hlynur Breki með 8 stig. Hjá Þór þá er hann Baldur Örn kominn með 6 stig og Kolbeinn Fannar er með 10 og Júlíus Orri 12 stig. En ég ætla aðeins að hvíla raddböndin og við sjáumst spræk í þriðja leikluta. Já, gott. Það er fínt.
Já, við erum búin að laga hljóðið hjá honum Halldóri Karl. Þannig að ef að Fjölnir skildi taka leiklega í þriðja eða fjórða leikluta, þá getum við leyft ykkur að heyra hvað hann hefur að segja. En þeir tóku leiklega á hann síðan, en þá hlustuðum við bara á hann Lárus í staðinn. Já, ég veit að það eru nokkrir landsliðsmenn í þessum hópum. Það er mjög ungt lið hjá allavega Fjölni. Það er bara með ekki meira að menna 10. flokkur sem er uppistaðan í þessu liði. En ég veit að hann Sófus Máni Bender og Ólafur Ingi Styrmisson, þeir eru í undir 16 held ég, er í 10. flokk. Og já, Þór eru allavega einn landsliðsmaður, það er Júlíus Orri, leikmaður nr. 8. Hann er mikið efni, sá drengur. Simmi ekki ánægð með það að fólk sé að skjóta körfuna til hliðar. Og þetta á ekki að vera neitt dribbl á meðan leikstendur. Það var alltaf á hreinu. Svo eru fyrir utan Júlíus, þá veit ég að Baldur Örn og Kolbeinn Fannar, þeir voru allavega í úrtakshóp á landsliðinu. En það er Fjölnir sem á þetta innkast. Og það þristur en annars og stuttur hjá honum Ólafur Inga. Hver verður fyrstur til að skora í þriðja leikluta? Þetta var ansi vel gert hjá Lindbreka. Hann er fyrstur til að skora. Karfa góð og vill að auki. Fjögur stig sem að skilja liðin að Fossarar leitt leikinn svona, alla leikinn. Fjölnismenn náðu að jafna en ekki einhvern veginn náðu að komast neitt í burtu frá Fjölni. Samanskapi hefur Þór ekki náðu að skilja Fjölnismenn eftir neitt síðan í fyrsta leikluta. Það voru komið ágætis forystu. Það verður svona alltaf 1, 2, 3 körfur sem að skilja liðina. Þetta er villa á Lindbreka. Lindbreki þá komið með 3 villur eins og Viktor Máni. Júlíus öruggur á vítalínunni, setur bæði víti niður.
Fast steinlag hjá Kolbeini. Kolbeinn orðinn stigastur. Nei, næst stigastur með 13 stig. Júlíus með 14. Gauti. Já, hann á að klára svona. Hann veit að þetta flott skot gekk ekki hjá Júlíusi en Kolbeinn gerði vel. Fylgdi þessu eftir. Það ekki að ganga vel hjá Fjölnismönnum núna og Þórsarar komnir 11 stigum yfir. Spurning hvort við fáum ekki leikli hjá Halldóri fljótlega. Já, boltinn fastur. Og það var bara spurning hvernig örin er. Það eru Þórsarar sem að eiga þetta. Baldur Örnanna flotta körfu. Flottur snúningur hérna hjá Ólaf Inga. Sveinn hana miklu harðfylgi sækir þetta frákast en nær ekki að klára þetta. Fjölnir það því annað tækifæri til þess að minnka muninn hérna. 11 stiga munur. Nei, það gengur ekki. 32-43. Þóri vil og nú er það leikli og við skulum heyra hvað Halldór Karl hefur að segja. Fá fleiri svona opportunities á postinu þegar ef að balti ferð þá ferð á hann. Ok, opnum fyrir aðra þannig. Setjum aftur 1-1. Við erum hvað sem er að tapa öllu sóknarfólk sem við getum alveg farið í svæðinu. En þið þurfa að drullast til að vinna fyrir þessu. Óli, Gauti hérna, Viktor. Sófus, skotu inn hérna, Linu hérna. 1-1. Passiði, Júlla, lokum á að fá smá rönn. Við verðum að, Viktor er alltaf fljótur upp, sjáu það, ok? Svo þeir eru búin að taka eitt gott rönn hérna núna, við eigum eitt inni. En við þurfum að vinna fyrir því, það kemur ekki að sjálfu sig. Þeir eru að átöðsla okkur í hvert einu á báðum endum vallarins. Við þurfum bara að fara hlaupa niður, vinna þessi frákvöld, setja almennilega upp, ok? Já, við fengum að heyra hana í Halldór Karli. Viti Altmúlimann stökk niður og kom honum í samband í hálfleik. Og já, hann var að tala um það að þeir eru alltaf að fara í svæðisvörn. Ekki ánægður með sóknarfrákastinn hjá sínum mönnum. Glæsileg vörn, þannig að lúmst blokk hjá Ragnari. Ragnar hótar skotinu, tekur það svo. Að gera galopinn. Og það er svaka vörnan inn í teig. Baldur Örn missir boltan frá sér hérna. Hendur Fjölnismanna. Þetta var fín sókn hjá Fjölnismönnum. Endaði með góðri körfu hjá Ólaf Inga. 11 stiga munur en fá milli liðana. Þessar er með þetta nokkuð örugt. Enn sem komið allavega. Þetta er, segi ég, og svo bara kastaði frá sér boltanum. Gauti stelur boltanum og keyrir upp allan völlinn og það er leikhlé og
það eru Þórsarar sem að taka það. Við skulum hlusta á hvað Lárus hefur að segja. Hey, strákar, þeir eru svæðisvörn og úttökurinn byrjuðu alltaf á að jakka þrist. Við tökum 2 löng skot á móti svæðinu í staðinn fyrir að fara. Baldur var bara galopinn fyrir aftan. Galopinn. Fáum hérna high-low á móti svæðinu. Fáum high-low. Okay. Gótt vinn fyrir Baldur og Júli tóttur raka. Ok, koma. Brjálaðu vörn. Koma. Já, Baldur vildi, hann Lárus vildi aðeins að ræða við sína menn hvernig var að bregðast við svæðisvörninni. Spurning hvað Halldór gerir, hvort hann heldur henni áfram eða hvort hann breytir eitthvað til. Það eru Þórsarar sem að boltan hérna Nei, þetta vildi ekki ofan í. En þessi aftur á móti rataði rétta leið og það er Hlynur Breki sem að minnka muninina og þetta komið í 60, þetta er svo fljótt að breytast. Vel gert hérna hjá honum Róbert Orra. Allir staðnir upp, það eru við sáttir. Það er Gauti sem klárar þetta fyrir Fjölni. Gauti Björn búinn að vera mjög drjúgur í dag, kom með 10 stig. Þeir missa boltan hérna. Já, 2 skot. Kolbett Fannar brýtur hann á honum, setur fótinn fyrir hann og þetta er þá 4. villan á, nei, 3. villan á Kolbett. Engin í neinum teljandi vandræðum en þá næst 3 villur hjá liðunum. En Hlynur Breki setur fyrra skotið. Seinna skotið klikkar. 5 stiga munur hérna. Vel gert hjá Fjölnismönnum að búin að ná minnka aðeins niður. Þór konir í 11 stig hérna bara rétt á hann. Og þá setja þau bara þrist beint í andlit á þeim. Það er Egill Elvarsson sem að gera það. Það er mjög mikilvægt að hleypa það mikið aftur upp í tveggja stiga mun, eða sem sagt 10-11 stiga mun, tveggja tölustafa mun, ætlaði ég að segja. Það er Villa á Gauti komin að lína. Og þetta er 3. villan á Róbert Orra. Gauti, hann setur bæði niður, komur þessi 6 stig, 3 mínútur eftir af 3. leikluta og við erum að horfa á Íslandsmeistara úrslitaleik
fyrir Íslandsmeistari drengjaflokki. Liðið sem að vinnur í dag lyfta bikar á eftir og hitt liðið fá silfurmedalíur og vera mjög ósáttið með það þrátt fyrir að það sé mikið afrek að komast alla leið í úrslitaleikinn. Þetta er bara fjórða villan eða ekki? Skulum sjá. Júlíus að fara á vítalínuna og þetta var, já, fjórða villan. Þetta var fjórða villan á Hlimbrekka og hann er þá fyrstur til þess að detta í alvöru villuvandræði hérna. Það er fullsnemt að fá fjórðu villina þegar það eru rúmar 12 mínútur eftir af leiktíma. Simmi eitthvað að rökra við ritaraborðið. Það er alltaf verið á hreinu. Hann er ekkert valinn dómari ársins ár eftir ár nema maður sé með allt á hreinu og hann Sigmundur er svo sannarlega með allt á hreinu. Júlíus setur fyrir á vitið. Seinna vitið klikkar hjá honum, en hann er komið 15 stig hérna í dag. Frábær leikur hjá honum. Glæsilega gert hjá Fjölnismönnum, en það er Sófus Máni sem að var að koma sér á blað. Fyrstu stigin hans í dag. Já, Holt komið undan, skrifið að villan. Sem vill menna að villan hafi komið undan. Það er örugglega rétt hjá honum. Og þetta er þá þriðja villan á Gautabyggð. En flott innkastskerfi á Þórsurum. Og Róbert skilar þessu örugglega niður. Galopið skot hjá Gauta. Onni og upp úr, en frábæra eftirfylgni. Það borgar sig að vera tilbúin í sóknarfrákastegin. Það er bara þannig. Skar aldrei. Ólafur Ingi var það svo sannarlega. Spurning með 3 sekúndur hérna á Róbert. Það er svolítið lengi þannig inn í teig, en þetta er brot. Það er einhverjar skiptingar hérna. Júlíus hvílir sig og Kolbeinn hvílir sig. Þetta er ja, Róbert Orri er komið með 4 villur. Já, Þór. Það er einn leikmaður á hvoru liði kominn í smá villuvandræði. Lárus er ekkert að kippa sig upp fyrir það, hann leyfir honum að spila. Það er mikill darradans hérna undir körfunni. Það eru Þórsarar sem eiga að dengast. Og spurning hvað það, já, þarna kemur skiptingin. Ég held að þetta sé mjög gáfulegt. Róbert fer að hvíla sig og Baldur Örn kemur inn á.
Baldur Örn með 10 stig í dag og hann bara með 1 villu, þannig að að gera leyfa honum að sprikla eitthvað fram í 4. leikluta og þá er þetta að nota Róbert til þess að hvíla hann aðeins. Gefa honum einhverja mínútur til þess að anda. Mikil barátta hérna en það er Fjölnir sem að enda með frákastið. 5 stiga munur, 50-55. Þetta var, ég veit bara að segja að Viktor hafi bara sótt þessa villu. Og þetta er 3. villan sem að Ragnar fær hjá Þór. Það er allt í lagi, hann sleppur svona á síðustu sekúndum 3. leikluta að vera með 3 villur. Það verða þeir eru orðnar 4. Seinna vítið. Rétt leikur ofan í. Já, Viktori. Friðrik Árnason. Dómari fór eitthvað aðeins yfir þetta með honum. En vítaskotinn á að taka. Þetta er efni gott lag. En þetta er Gauti sem að rífur niður þetta frákast. Frábær leikur í honum í dag. Hvað vesinn hérna enda með að Þór tekur hérna bolta og fara síðustu sekundunar. Fjölnir hafði möguleika hana til þess að minnka munin enn frekar en þetta er 4 stig sem skilja liðin að inn í 4. leikluta. Það er allt galopið hérna. Þetta er besti leikluti Fjölnismanna hingað til. Mikið skoraði þessu leikluta, miklu meira heldur en í hinum fyrstu 2. Fjölnir með hana 24 stig, Þór 21. Við förum inn í 4. leikluta með smá spennu. Það getur allt gerst. Fjölnir er Hlynur Breki efstu með 15 stig. Hann er komið með 4 villur og hvíldi aðeins inn í lok 3. leikluta. Svo er Gauti Björn með 12 stig og Ólafur Ingi 10 stig. Gauti Björn líka búinn að taka 11 fráköst. Svakalegu leikur í honum í dag. Hjá Þórsurum þá er Júlíus stigahæstur ásamt Kolbeini, báðum með 15 stig. Glæsilegi leikir hjá þeim báðum en Baldur Örn takur túkall. Hann er með 10 stig, 15 fráköst og 5 stóðsendingar. En við erum komin á stað hérna í 4. leikluta. Gekk ekki hjá Fjölni, Baldur Örn með boltan hérna. Þetta var að fá 7. stóðsendinguna sína en það var ekki. Og býttu nú hægur. Ólafur Ingi er eitthvað haltur hérna. Hann er ekki að biðja skiptingu eða hvað. Það er ekki nýja í læri eða eitthvað þannig að haltra hann aðeins. Hann vill halda áfram, enda úrslitaleikurinn, síðast leikurinn á tímabilinu. En er enginn að vera á bekknum þá ef að maður mögulega getur. Smá haltrar hann Ólafur Ingi, ég skulle vona að sé í lagi með hann að jafna sig á þessu. Gauti, hann er góð vörn hana. Já, Þórsurum
Fjölnir sem að þetta innkast. Já, hann ekki verið í löppunum með það, hann tekur hana flott skot sem að ratar beinislega ofan í. 2 stiga munur. Erum við að fá spennandi lokamínúturina? Ég held að... Þetta var tæft bæði á Gunnari og... Ragnari. Júlíusson nálægt að missa boltan. Þetta rataði ekki ofan í hjá Gunnaröðun. Þetta Fjölnismenn jafni leikinn hérna. Það var mjög skemmtilegt. Gauti, þetta skot aldrei á leiðinu ofan í. Finnur Breki gerir sig kláran til að koma inn á. Það munar mikið að hafa hann ekki hérna. Það ennþá stigastu með 15 stig. Hann fílar svolítið með 4 völlur. Ég vona að hann haldi sér inn á alla hana hérna bróðupart leikhlutans. Helst bara til leiksloka. En Finnur kemur inn á fyrir Sófusmanna sem að fær sér seti. Baldur Örn raðir yfir frákastöðunum hérna meira sér eftir sjálfan sig. En þetta endar hjá Fjölni. Gauti bergar þessu hana fyrir horn. Og það er villa á Ragnar. Ragnar að fá 4 villuna sína. Hann er komið 4 á samt Róbert Orra. Þessi fór ekki ofan í en fínt skot, engu að síður hjá Viktorum hana. Það er að reynast erfitt fyrir Fjölnismenn að jafna hana leik. En í samanskapi Þórsarar ekki að nýta sér sín færi. Þór ekki ennþá búnir að skora í 4. leikhluta eftir 3 mínútur. En þeir eru heppnir því að Fjölnismenn hafa ekkert verið grimmir. Það er bara komið 2 stig á þeim. Hér kemur Egill Elvarsson inn á fyrir Ragnar. Það er einmitt gott að hvíla hann aðeins með 4 völlur. Sjá hvort að hann kom ekki bara þessar inn á fyrir vikið. Fjölnir er búinn að jafna leikinn. Þeir eru í hörku sénsina. Viktor Máni gerði það fyrir þá. 55-55. Og boltinn bara vill ekki ofan í hjá Þórsurum og Fjölnir getur komist yfir hérna. Fjölnir getur komist yfir. Þessi þristur ratar ekki og hver er það sem að... Það er Villa og Gauta. Gauti komið með 4 villur þá líka. Það voruð ansi tæft hjá Þórsurum, nei Fjölnismönnum segi ég. Það eru 4 leikmenn, 2 hjá hvoru liði komið 4 villur. Gætum séð útilokun hérna. Baldur finnur Júlíus hana fyrir utan. Júlíus upp í stokkskotið. Baldur með frákastið og körfuna. Glæsilega gert hjá Baldri. Og hann, Baldur tekur ekki mál að
Fjölnir fái forystuna hérna. Fjölnir, ja, þeir hafa jafnað leikinn einu sinni áður en aldrei verið yfir. Gauti, þetta gengur ekki. Baráttan frákastinina hörð og endar í lúkunum á Gauta sem að klárar þetta. Simmi vill fá, hvað hann að biðja sópinnana eða hvað hann að segja? Nei. Þetta rúma 5 mínútur eftir hérna. Nývja bleikur. Og Þórsara ná ekki að setja hann sem þýðir það að Fjölnir aftur í séns á að komast yfir hérna í fyrsta skipti í þessum leik. Og núna skiptir það meira máli en nokkuð tímann áður. Loka mínútu. Þetta glæsilegt. Glæsileg karfa hana. Viktor Sigurðsson flýgur teiginn. Sækir villuna á Smára. Smári að fá fjórðu villuna sína. Og kemur Fjölnir yfir. Hann reyndar klúðra vítinu. En engu og síður, Fjölnir komið yfir fyrst skipti í leiknum og það voru 5 mínútur eftir af leiknum þegar þeir komið loksins yfir. Þór Akureyri búinn að leiða leikinn allan tímann hérna. Nú fá að sjá hvernig Þórsararnir bregðast við. Þeir þurfa að gera eitthvað að viti hérna. Júlíus með þrist og hann setur hann! Júlíus setur þristinn. Júlíus Orri Ágústsson. Engan áhuga á því að Fjölnir fengi eitthvað að leiða leikinn hérna. Galopið hérna og það Ólafur Ingi sem að kemur Fjölnir aftur yfir. Það mikið amalegt á lokamínúturnar að verða allar svona. Liðin bara skiptast á forystu. Júlíus, hann geigar og það uppkast. Smári næri svo þannig en Gauti var ekkert á því að leyfa honum að halda þessum bolta. Það uppkast sem að Þóra þetta innkast og það líst nú ekki á það að Ólafur Ingi ennþá að haltra hérna. Hann harkar að sér. Júlíus, hann klikkar og þetta endar í lúkunum á Viktor Mána. Og Fjölnir getur bætt í hérna. Það einu stigi yfir. Annað skipti í leiknum. Fyrsta skiptið var fyrir rúmri mínútu. Og þetta Þórsara bolti. Þóra þennan bolta. Það leikhlé sem að Fjölnir tekur og skulum heyra hvað hann Halldór hefur að segja. Hei, af hverju erum við hægt? Ég vil fá meira inn á Óla. Ok, ekki alltaf samt, en meira, ok? Sóknarleikurinn, en við erum að fá stopp í varnarlega. Við höldum áfram að loka á Júlla hérna. Hann leitar alltaf við að krossa sendingum hérna. Við þurfum alltaf að vita hvað hann staðsettur á vellinu. Hann alltaf facilitator. Þeir að reyna að þjappa teiginn núna. Þannig að við þjöppum bara á móti, ok? Hlaupum út í skittur, fáum eitthvað fast break opportunities í þessu svæði, ok? Nýtum tíman núna til að fá okkur góða hvíld. Við erum búin að hafa fyrir að komast yfir. Það er okkar verkefni að halda þessu. Og klára þetta, ok? Come on! Og berjast! Hei, ef við segjum motion, Óli! Já. Halldór harður á því að þetta sé ekki búið og þeir þurfa að berjast innan fram á loka mínútuna. Þeir eru yfir en það ekkert gefið hérna. Og 1 stig ekki neitt í körfubolta, ekki neitt. Það bara gott að vera 1 stig yfir þegar að leiktíminn búinn. Júlíus hérna klikkar. Það hörð barátta inn í teignum. Galopið hérna og
Hann setur þetta, Ragnar Ágústsson setur hennar þrist. Til fór aftur yfir. Þessar af hérna ansi góðir eða inn á skref. Já, ég ætla að vera að segja að þeir eru ansi góðir eða inn á körfi núna en Baldur Örn klikkaði. Frábær leikur hjá Baldri, búinn að rífa niður fráköst eins og herforingi og auk þess kom með 12 stig. Ólafur, ja, þetta var einmitt það sem að Halldór var að biðja um. Við höfum ekki hægt að gefa Ólafinn í teik. Þurfum ekki að gera alltaf saðan en við höfum ekki hægt að því. Nýfjantina 63. Það eru hálf mínúta rétt rúm eftir. Júlíus. Sér þetta ekki ofan í. En þetta er villa á Ólaf. Og þetta er þá 4. villan hjá honum. Ansi margir konum í 4 villurina. 3 Þórsarar og 3, nei, býtu nú við. Það er ekkert verið að skara á þessa villu á neitt. Ég held að það eru 2 allavega Fjölnismenn. Ég held að Ólafur hefur fengið þessa villu líka. Engi villa skráð, skulum sjá. Jæja, það skiptir ekki máli. Þórsarar fóru vel hérna, kláruðu þessi víti og eru með boltan. Geta við komist 2 körfum yfir. Þetta er villa á hvern. Já, núna væri fróðlegt sko að vita þetta var bara önnur við að Ólafur var ekki minna en villu. Hvernig læti? Ég var að horfa að villutöfluna. En Ólafur kom með 16 stig. Já, seinna viti rata niður hjá Baldri. Alveg stór leikur hjá Baldri í dag. Hann kom með 14 stig. Þetta Fjölnir getur kláraði bakkan hérna. Nei, þetta gekk ekki. Baldur kom með 20 frákast skráð. 20 frákast. Kolbeinn hérna í þristinn en það gengur ekki. Núna er Já. Glæsilega gert hjá Viktor Mána, heldur Fjölnismönnum inn í þessu leik, 2 stiga munur. 1:30 eftir af þessum 4. og síðasta leikluta. Já, nema að vera framlengt, það er aldrei að vita. Það er nú ekki leiðilegt að fá eina framlengingu. Þar sem þetta er síðasti leikur, þá myndi það ekki riðla á dagskránni. Ólafur, glæsilega gert hjá Ólafi. Og það er 67. Þór með boltan. Mínúta eftir, úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn í drengjaflokki. Júlíus. Galopið hérna. Nei, en frákasti er Þórsara. Það er búin að taka svo mörg sóknarfrákast. Vel gert hjá Ragnar hérna, vel vakandi þegar Baldur var hérna fyrir utan. Júlíus. Nei, nú eru það Fjölnismenn sem taka þetta. Þetta var löng sókn. Rétt rúm hálf mínúta eftir hérna. Klikkar og það eru Þórsarar með boltan. 67, hnífjaft. 20 sekúndur eftir rúmarina. Júlíus kemur upp með boltan. Þá erum við að sjá dramatíska loka sekúndurina. Hverjir ætla að vera Íslandsmeistarar? Hverjir ætla að skora síðustu körfuna? En lítill munur á skot og leiklukku. Júlíus er að treyna þetta vel. Þetta er ofan í Baldur Örn. Baldur Örn setur þetta 5 sekúndur eftir.
Fjölnir tekur leikli og við ætlum að heyra hvað Halldór hefur teiknað upp hérna. Halldór teikna upp síðustu 5 sekúndunar. Við erum að taka þetta inn þarna megin. Þannig við erum með hliðin hérna að taka hann inn, við förum í short. Ok, Óli hérna, Gauti. Viktor Sigurðsson kemur hlaupandi upp hérna, fær hann og við lokum fyrir liftinu hérna. Við förum fyrir sigurinn, ok? Jú. Þið tveir, aggressiv sóknarfókus. Aggressiv sóknarfókus. Ok. Óli, ef hann ekki að opnast hérna, þá setur þú pikk á Viktor Sigurð hlinnur í hornið, ok? Hei, það er búin fullt á drama þessa helgi. Nú er okkar moment að taka og stila þessu sigri. Akkurat núna. Og... Já. Nú er okkar moment. Segja Fjölnismenn, þeir ætla að stela þessu og það væri þjófnaður vegna þess að Þór leiddi leikinn hérna fram eftir öllu. En svo sem engin stór þjófnaður vegna þess að Fjölnismenn héngu alltaf í þeim. Hleyptu aldrei, já, ekki mikið meira en 10 stöðum frá sér. En sjáum hvernig þetta gengur. Hverjir verða Íslandsmeistarar? Það er 5 sekúndur að við vitum það núna. Boltinn gengur og þetta er dramatíska loka sekúndurina. En það er Villa, 2 skot, Villa 2 skot, Simmi segir öllum bara að róa sig niður. Villa 2 skot og það er Baldur Örn sem að fær þessa villu. Og leikklukkan er búinn. Þetta er ekki öfundsverð staða sem Viktor Máni er í. Fyrra skotið. Hann setur það! Hann setur fyrra skotið 68-69. Hann getur jafnað leikinn með að setja seinna. Engin pressa Viktor. Bara Íslandsmeistaratitilinn í húfi. Hann setur seinna, við erum að fara í framlengingu. Þvílíkur töffari. Viktor Máni. Þvílíkur töffari. Stáltaugar, 69-69 og við förum í framlengingu. Þvílíkt og annað eins. Viktor Máni Steffensen. Þetta var rándýrt en alveg augljóst brot og já, við erum að fara í framlengingu. 69-69 eru tölunar eftir venjulegan leiktíma. Þetta er væntanlega 2 mínútur sem að þjálfarinn fá hérna. Já, eða mínúta, liðin eru komin á völlin allavega. Þjálfarinn búinn að ræða við sín lið. Nú er það bara loka spretturinn. Þetta er, já, Fjölni, stigaðustu menn. Það er Ólafur Ingi, hann er stigastur með 18 stig. Svo kemur hann Viktor Máni með 14. Þar af 2 kífulega mikilvæg vítaskotin í lokin. Hlynur Breki er með 15 stig og Gauti Björn er með 14. Og Fjölnir byrjar hérna með boltan. Henni hjá Þórsurum, við förum aðeins yfir, býtum við, nei. Enn eitt frákasti hjá Baldri. Hjá Þórsurum, þá eru stigastir Július Orri, hann er með 20 stig. Svo er það títtnefndur Baldur Örn, frákasta maskinan sem var einmitt að taka frákast núna. Endar í uppkasti. Baldur Örn með 20 og eitthvað frákast og 16 stig. Og svo er það Kolbett Fannar sem er með 15 stig.
Júlíus Orri, já ekki bara þessi 20 stig, hann líka með 11 fráköst. 11 fráköst hjá Júlíus Orra. Nei, ég lík því 11 stóðsendingar, ekki fráköst. Svakalegu leikur hjá Júlíusi. Baldur Örn, náttúrulega, eins og ég sagði, 16 stig, hann ennþá skráð með 20 fráköst sem bara vitleysa, hann komið miklu meira en það. Já, Fjölnir Gauti með 14 stig og 14 fráköst, svakalegu leikur í honum, og Ólafur Ingi með 18 stig núna og 13 fráköst. En það eru Þórsarar sem eru yfir. Þórsarar eru konir yfir. Oft talað það að þeir sem skora fyrst í framlengingu, þeir vinni leikinn. En Ólafur er ekki sammála því. Hann fer og leggur þennan ofan í. Hann komin í 20 stig, drengurinn. Búinn að vera haltrandi hérna í gott korter. Lætur það ekki á sig fá. Svakaleg vörn á Gauta. En Baldur gerir einstaklega vel að koma þessu bolta frá sér. 3 á skóklukkunni, 2, 1. Og Gauti bara tekur boltan. Hann rífur bara boltan af Smára. Fjölnir alveg sama þó að fyrsta leiði til að skora í framlengingu sé líklega til sigurs. Þeir ætla ekkert að fara eftir neinum formúlum hérna, en ná ekki að koma sér yfir hérna engu að síður. Júlíus mjög spakur hérna. Hann hittir ekki. Frábæra vörn hérna á Kolbeinni. Vel með á nótunum. Virðist vera að Jú, Baldur Örn komið skráður 24 frákostina. Það komið inn, en þetta gengur ekki hjá Gauta. Þór því bullandi tækifæri að komast yfir hérna. Það gerir Baldur Örn. Stoðinn og styttan, besti maður vallarins án efa. Já, hann og Ólafur Ingi. Nei, nú þetta var ekki gott fyrir Fjölni. Ragnar stelur boltanum og kemur 4 stigum yfir og missa, hann tekur annan bolta hérna. Ragnar Ágússon gæti verið að klára þetta hérna fyrir Þórsara. Þeir setja Júlíus. Karfa góð og villa auki. Baldur Örn er örugglega að klára þetta. Baldur Örn Jóhannesson fyrir liðið Þórsara er væntanlega bara að klára þetta. Og Gauti, hann var að fá sína 5. villu. Hann spilar ekki meira með, það er ekki gott fyrir Fjölni. Gauti búinn að eiga gífurlega flottan leik hérna. Það er að mannaduglegastur að rífa niður frákastinn. Komið 14 og 14 stig. Flottur leikur hjá honum. En Fjölni tapar inn á boltanum og Þórsarar, ja, þeir eru með 7 stiga fórystu. Þeir þurfa bara að vera rólegir. Fjölnir reynir að stela honum. Það er villa á Viktormána og Júlíus er að fara á vítalínuna. 7 stig. Þetta er 3 sókna leikur og hann getur sett þetta upp í 9 stig. Fyrra veitur Róni 8 stig. Þór er að klára þetta hérna. Þórsarar er að klára þetta. Já, Júlíus klárar bæði vítin, vel gert hjá honum. Ólafur Ingi Styrmisson, átt okkur af því.
þessi drengur, hann í 10. bekk. Hann að klára 10. bekk og hann búinn að vera manna bestur í þessu Fjölnisliði. Óli og Hlynur hérna. Sófus tekur hann inn. Ok, quick 3 núna, quick 3. Og síðan pressum við full court í maður og mann trappa fyrstu sendingu. Ok? Maður og mann, full court, pressa, trappa fyrstu sendingu. Verðum að taka sjensa. Ef þeir hitta einhverju lay-up á pressun okkar, þá er alveg þess virði því að því við þurfum að gera eitthvað. Ok? Sigurðsson upp, Steffensen hérna. Ok? Let's go! Svona frákastig. Og bæja! Já, Halldór Karl. Þurfum að taka sjensa. Og það er alveg rétt hjá honum. Það er 1:29 eftir. Það er nægur tími til þess að vinna upp 9 stig, en það er mjög erfitt. Mjög erfitt. Sjáum hvað Fjölnismenn gera hérna. Allt galopið þristinn hérna. Þetta var ekki niður, hann tekur frákastið, nær ekki að setja hann, endar hjá Þórsurum. Július. Þeir hefðu mátt róa sig aðeins þarna niður, Akureyringar. En það er líka fínt að gera bara svona. Fara bara og íta boltanum út af. Fjölnir hafa 20 sekúndur eftir að skoðklukkunni, en þeir þurfa að vera miklu sneggri það að setja niður körfum. Þeir þurfa þrist, það er bara þannig, það dugar ekkert minna. Og það fer beint upp í hann og þessi var tæpur. Þessi var tæpur hjá Viktori, en onni fór hann ekki. Og sem bara bendi fólki á að slaka aðeins. En þetta var Hlynur Breki að fá sína 5. villu og það er 56 sekúndur eftir 9 stig. Július á vítalínunni. Július búinn að vera drjúgur í stigaskorunni, hann kom með 22 stig og bara flottur leikur hjá honum, en hann er engin Baldur Örn, það er nokkuð ljóst. Baldur Örn bara með gífurlega flottan leikinn í dag. Fyrirliðinn fór fyrir sínum mönnum og er að sækja Íslandsmeistaratitilinn norður og algjör óþarfa villa hana hjá Ragnari. Ragnar, hann er þá að ljúka leikina, hann kannski bara orðinn þreyttur, vilja fá sér sæta aðeins áður en að fer upp og taka við gullinu. Þessi er ekki niður hjá Ólafi. En það er að villa og hann Fannar Tómas er á leiðin á vítalínuna. Hann getur sett sín fyrstu stig í dag. Það gengur ekki í fyrstu tilraun, en ég hef trú að næsta víti fari niður. Já, það gerir það, en 10 stiga munur og nú vil maður bara sjá smá skynsemi hérna. Þetta er búið og Þórsar að gera vel, Fjölnir gerir vel, þetta er fín vörn hjá þeim á þess að brjóta, það eru að trufla og Július, hann klarar þetta, fær villuna, þar var góð. Villa á Sófusmána. Já, við erum bara að bíða hérna síðustu sekúndunar. Þetta er alveg farið. Þór Akureyri að vinna hérna Íslandsmeistaratitilinn með, já, eins og komið 13 stiga mun.
og þeir ætla bara að dribbla þetta út. Það getur tekið smá tíma. Það er 10 sekúndur eftir núna. Þór Akureyri eru Íslandsmeistarar í drengjaflokk. Þetta er frábæran leik, frábæra skemmtun, framlengingu og læti. Það rættist heldur betur úr þessu. Ég var að kvarta yfir í henni í fyrri hálfleik að gæðin væri ekki mikil en þau böknuðu til muna þegar líða fór leikinn. Fjölnismenn, ja, þeir gerðu vel í að koma inn á lokametrónum og ja, komast yfir meira saman. Og Ólafur Ingi Styrmisson sýndi stáltaugar á lokamínútunni. Lokamínútunni þegar leiktími var runnin út, tryggði Fjölni framlengingu þar sem að Þór voru bara aðeins og góðu fyrir þá og að fóru 2 byrjunarliðsmenn út af með 5 villur líka hjá Fjölni sem að munaði eflaust mikið en Þór Akureyri eru Íslandsmeistarar í drengjaflokk eins og ég hef búin að segja nokkrum sinnum minna. Stigastu menn hjá Fjölni, já ég ætla bara að segja Ólafur Ingi Styrmisson, frábær leikur í honum, 20 stig, frábær leikur, mikið efni að þessi strákur eru í 10. bekk og það verður gaman að fylgjast með honum, þroskast og dafna, hann heldur áfram að bæta sig, þá verður þetta landsliðsmaður í, ekki bara yngri flokkum, heldur bara í A-landsliðinu í framtíðinni. Hjá Þór Akureyri, Júlíus Orri Ágústsson átti hérna svakalega framlengingu, hann er komið 27 stig, frábær leikur í honum en maður leiksins, engu að síður, Baldur Örn Jóhannesson með eitthvað 25 fráköst og 21 stig. En ég heiti Þormóður Logi Björnsson og ég þakka bara kærlega fyrir mig og fyrir hönd Sport TV. Við ætlum að leyfa myndunum aðeins að lifa hérna og sjá Þórsarana taka við Íslandsmeistaratitlinum en ég er hættur í bili. Takk fyrir, bless. Gracias.